velkomin í fyrsta haul-myndbandið mitt. Í dag ætla ég að sýna ykkur nokkrar nýjar vörur og ég er með blöndu af því sem ég hef keypt sjálf og því sem ég hef fengið frítt. Fyrst ætla ég bara að sýna ykkur það sem ég keypti sjálf, en svo langaði mig bara að hafa myndbandið meira juicy, þannig ég ákvað að spjalla líka um það sem ég hef fengið frítt. Ég hef hvort eð alltaf verið mjög hreinskilin og opin með það að ég fái stundum vörur til að pröfa. Þannig að ég hef það bara í endan, þannig ef þú vilt ekki sjá það, þá getur þú bara hætt eða eitthvað, ég veit ekki. Þannig að ég ætla bara að byrja og ég er með mesta náttúrulega make-upi, en svo er ég með flíkur og bækur og okkur svoleiðis, þannig að skulum bara henda okkur í þetta. Sorry ef ég er svolítið skrítin, ég er ennþá að venjast birtunni í þessari íbúð og að því ég er í svona rúllukræðapeysu, þá finnst mér svolítið erfitt að hreyfa mig. En ég ætla bara að byrja á bókum. Ég keypti mér 2 bækur á Amazon og ég var í rauninni aðalega að kaupa til að fá þessu hér sem ég er að lesa núna og er cirka hálfnuð með. Þetta er Yes Please eftir Amy Poehler og mjög skemmtileg og hressandi bók. Amy Poehler er algjör snillingur og hún bara segir frá lífi sínu og svona gefa manni góð ráð, hvernig maður getur verið eins frábær og hún. Nei, mæli með að tjekka á þessari bók, ég er mjög ánægð með hana og hún er mjög skemmtileg og fyndin eins og hún er. Ef þú ert Parks and Recreation aðdáandi eins og ég, þá er heill kafli tilengaður bara Parks and Recreation í þessari bók, þannig að það er geggjað. Svo hvað ég bæta við bara nokkrum hlutum, bara fyrst ég var að panta. Þessi hér, þetta er It's not how good you are, it's how good you want to be. Kostaði $5 og ég var bara ok, hendum þessi. Ekkert búin að lesa neitt þannig en hún sætt þannig að ég keypti hana. Svo af því að ég var í smá Amy Poehler kikki, þá ákvað ég að kaupa fyrstu 2 seríurnar af Parks and Recreation. Ég talaði um þetta í síðasta myndbandi, þetta eru uppáhaldsþættirnir mínir og ég ætla að kaupa restina af seríunum þegar ég á pening. En já, þetta var það sem ég keypti á Amazon. Föt. Ég er nýbúin að kaupa, þannig að þetta eru hluti sem ég er búin að kaupa síðasta mánuðin eða eitthvað svoleiðis. Og ég keypti þessa hérna peysu á útsölu ASOS. Þetta er frá merkinu Gorgeous, ég veit ekki, ég linkaði fyrir neðan. Og svo keypti ég þennan hér síða bolakjól frá Monkey. Það er mjög sætur og hann er super þægilegur og ég er að fíla svona í pott, svona síða bolakjóli eins og þið sjáið, þar sem ég keypti. Ég talaði nýlega um fatasíðu á blogginu sem heitir BNKR, Fashion Bunker eða eitthvað svoleiðis og ég ákvað að pröfa að panta mér og ég pantaði mér bara eina flík. Það er frí hraðsending meira að segja út allan heim. Þannig ég keypti mér þennan hér sem ég var í síðasta myndbandi sem er einmitt líka svona síður, ekki alveg síður frá Monkey en mjög þægilegur, grútskítur af því ég er búin að vera að nota báða þessa endalaust. En já, það verður líka sætur í sumar án þess að vera í buxum innundir. Ég er yfirleitt bara í svona þröngum leðarbuxum og mér finnst það bara vera mjög cool. Núna skulum við tala um förðunarvörur því að það er víst aðalástæðan líklegast fyrir því að þið fylgist með mér. Ég er hérna með körfu, fulla af dóti. Ég ætla að byrja á dótinu sem ég keypti sjálf og byrjum bara á hlutum frá Cool Cos. Ég er með 3 Cool Cos liquid linera. Þetta eru ótrúlega góðir linerar og á mjög góðu verði. Ég mæli með því að tjekka á þeim ef þið vantar liquid liner. En ég er ekki með neitt svartan. Ég er með svona hér liti, appelsínugulur, blár og grænn. Kemur svona, ef þið sjáið. Þeir eru mjög litsterkir, pigmentaðir og þeir endast ótrúlega vel á augnlokinu og þeir þókna alveg mattir. Mér finnst burstinn svipaður og á NYC liquid linernum sem er uppáhaldið mitt, en hann er ekki til á Íslandi. Hérna eru þeir svotsvegar. Appelsínuguli er langmest í uppáhaldi af þeim geggjaður, en mér langaði bara að eiga svona skemmtilega liti, þannig að ég keypti það. Annað frá Cool Cos eru 2 burstar. Ég talaði um hana hérna í uppáhalds febrúar vöruna mínar
sem er bara svona beinn, svona augabrúnabusti eða þannig, en mér finnst gott að fara meðfram vörunum mínum með honum. Og svo er það þessi hér sem hefði eiginlega líka átt að vera í uppáhaldinu en ég gleymdi honum. En þetta er svona flatur, veit ekki alveg hvað hann á að vera fyrir, en ég nota hann til að setja púður undir augun eða til að highlighta. Hann er mjög góður og mjúkur og þeir eru ódýrir sem er alltaf plús. Svo er það LA Girl sem er, eins og ég hef talað um á blogginu, nýlega komið á Ísland og sem er mjög spennandi. Ég keypti nokkrar vörur, byrjaði á því að kaupa henni hér sem er heljarinn, Pro Conceal. Ég tók litinn Classic Ivory sem er kannski ekki besti liturinn fyrir mig. Ég veit ekki hvort þið sjáuð, en hann er svolítið vel bleikur. Ég fíla formúlun alveg en ég þarf að kaupa hann í öðrum lit til að láta hann virka fyrir mig og því ég kom að annan lit, þá mun ég segja ykkur, tala almennilega um hann á blogginu. Ég keypti 3 varaliti, típan, hvað heitir það? LA Girl Creme Lipstick. Þetta er liturinn Forbidden Love sem er svona virkilega fallegur nude litur. Svo er ég með þetta djók. Þessi hér sem er litnum Be Mine. Mjög sætur, það er svona, ég veit ekki alveg hvernig lykt þetta er, en hún er góð. Og svo þessi hér sem er Romance. Já, þetta er svona fallegur nude litur. Þetta er svona brúnn smá rauður og svo svona fjólublár berjalitur. Mjög flottir, mjög pigmentaðir og góðir. Ég er ekki búin að pröfa þá nógu vel til að gefa ykkur alveg almennilegt review, en ég mun klárlega gera færslu um það þegar ég er búin að pröfa það almennilega. En ég keypti líka glazed lip paintinn frá þeim, en ég gleymdi að koma með þau og ég er búin að tala um það á blogginu áður, þannig að ég set bara link niður, en ég er að fíla það í botn. I love it. Eitt enn sem ég keypti af Fotia.is sem er sem sagt síðan sem selur LA Girl, en það er líka selt Sigma þar og ég keypti henni hérna busta. Þetta er Small Duo Fiber F55 sem ég er búin að nota í kinnalið og mér finnst það virkilega góður og hann er bara svo sætur. Þannig að já, ég er búin að nota hann og fíla hann góð. Síðasta varan sem ég keypti sjálf, það var lesandi á blogginu sem hafði samband með mig og spurði hvort að ég væri til í eitthvað svona skipti. Hún var með palettu sem mér er búin að langa í mjög lengi og þess að hún passaði ekki fyrir hana, þannig að við skiptumst á. Ég lét hana fá nokkra vörur og ég fekk þetta og þetta er Hourglass Ambient Lighting Powder Palettan. Mér er búin að langa í þessi palettu svo lengi. Hún var uppseld þegar ég fór fyrst í Bandaríkjana, eða sem sagt fyrir 2 ára þegar hún var nýkomin út. Hún var uppseld í fyrra þegar ég fór til Bandaríkjana. Ég á eitt ambient lighting púður í leiknum Diffused Light. Ef þið viljið sjá færslu, ég veit ekki alveg af hverju, ég nota alltaf, ég er með það undir augunum núna, ég nota það alltaf þegar ég mála mig. En kannski ég ger bara færslu þessa paletti og hitt púðrið, en hún lítur svona út og hún er gullfalleg og þetta er Dim Light sem er góður bara svona yfir allt andlitið. Þetta hér er Incandescent Light sem er góður sem highlighter og þetta hér er Radiant Light sem að því ég er svo ljóst að get ég nota hann bara sem sólpúður, en ég hef eftir að leika mig betur með hana, en so far þá er ég mjög ánægð með hana og hún er líka svo falleg. Sorry ef þið heyrið einhver skrítin hljóð, þá er Ása mín komin á fætur og er að koma til mín núna. Sorry ef þið heyrið endalaust hljóð í henni núna, en hún er komin að kúra. En ok, nú ætla ég að fara í vörur sem ég borgaði ekki fyrir. Sem fyrirtæki voru svo indæðilega mér að prófa. Byrjum bara á Makeup Store. Og það var að koma út ný lína, ég held hún heiti Ocean Utopia. Ég fekk þetta hér sem er pigment. Eye Dust í litnum Seaweed sem er virkilega fallegur litur. Það kemur með svona svamp. Þannig að það fer ekki allt út um allt í það. Sko, þessi litur eru gullfallegir.
hann sést ekki nógu vel, þetta er mjög svona mikill ljós hafmeyju grænn litur og kemur rosa flottur glans. Svo fékk ég þessi hérna 2 augnskugga, þetta er Micro Shadow Atlantis sem er svona Pakningin er mjög cute en hún mætti vera minni líka með þetta meðist alltaf mikið einhverju tómu plássi en og þessi hér sem er líka mjög fallegur og heitir Atoll. Mjög cool. Spennt að pröfa þessu. Ég á ekki neitt mikið af ég á alltaf neitt af hérna Makeup Store vörum þannig að spennt að pröfa það. Takk fyrir Makeup Store. Svo fékk ég smá frá Sleek, hún Haustfjörð og ég fékk þessi palettu, eða þessar hér 2 palettur. Þetta hér er highlighter palettan, lítur svona út, 3 krem highlighterar og 1 púður. Ég er ekki búin að pröfa hana almennilega en hún lítur mjög vel út. Ég fíla pakningana mjög vel á þessu. Lítur vel út, verður gaman að pröfa hana almennilega. Einu sem ég myndi segja er mér finnst kannski aðeins svo mikið glimmer í þeim en þessi hér litur lítur mjög vel út og ég held að hann verði svona svo sem ég myndi nota mest, ég veit ekki. Sést svo lítið svona eitthvað en þið sjáðu svona smá glans. En já, ég mun örugglega gera færslu líka á þetta blogginu þannig að stay tuned, það er nóg á leiðinni. En ég fékk líka þessa hér, þetta er Dancing Till Dusk og er svona augna og kynna paletta, 2 kynnalitir og 4 augnskuggar, mjög flottir, vel pigmentaðir og þar að pröfa. Ég kannski gerir myndband með þessari palettu eða eitthvað svoleiðis. Sleek er alltaf gott merki. Þannig já, takk Haustfjörð fyrir þetta. Þrennt frá Clarins. Ég er búin að tala um þessa olíu, þetta er algjör uppáhaldi hjá mér núna, þetta er svona varaolíugjöfur, svona bara eins og varasalvi, nema bara betra eiginlega. Og ég talaði um þetta í uppáhaldsvörunum mínum í febrúar, fíla þetta botn og ætla að halda áfram að nota þetta endalaust. Svo fékk ég þetta. Þetta er Clarins Instant Light Lip Balm Perfector. Ég í langan tíma verið mikill aðdáandi Instant Light Lip Perfector eða eitthvað svoleiðis sem er sem sagt bara gloss. Það er alveg eins lykt af þessu og í rauninni þetta er í rauninni alveg sama vara nema þetta er í stifti og ég myndi segja að í þessu séu aðeins minni litur en samt rosalega góð vara sem heldur vörunum mjúkum og já. Þetta er Hiljaring sem ég er búin að vilja pröfa mjög langan tíma og ég er með undir augunum í dag. Hárið mitt er ógeð. Sorry. En já, þetta er Instant Concealer, Smoothing, Long Lasting, Revives, Tired Eyes og ég er búin að vera að pröfa hann í svona tíma og ég er mjög ánægð með hann að gefa góðan raka, hann er alls ekki þurrkandi sem er gott þegar það er svona vetur. Ég mun gera færslu sér um þetta. Það var eitt annað frá Makeup Store, það er þessi hér gloss í litnum Sunset Safari. Mjög góð lykt af þessum glossum, það er svona eins og kaka. Og ég veit ekki hvernig maður útskýrir litinn. Það er svolítið mikið glimmer í hann, gilt glimmer. En hann er mjög sætur og væri flottur yfir bara eitthvað svona mjög nude, hvað er þetta? Já. Very cute. Ótrúlega góð lykt af því. Já, annað frá Haustfjörð líka. Vá, ég er all over the place. Það er þetta hér, þetta er Eye Candy Glimmer. Ég er búin að nota það einu sinni og það var geðveikt flott. Og hérna, ég pæli að gera kennslumyndband af því lúki sem ég gerði en þess að hún var svo indæl að leyfa mér að fá þetta hér. Þetta er Ginger Snap sem er svona brons með alveg mjög hlýjum gylltum glimmeri og svo sem sagt, hvað heitir þetta? Liquid Sugar sem er í rauninni baseið fyrir glimmerið og ég var mjög ánægð með hvernig þetta kom út og ég mun eflaust gera myndband af lúkinu sem ég gerði því að það var mega cool. Ég er með hérna frá Lancome og ég er búin að vera svo spennt yfir þessu. Þetta hér er farði,
blautur farði, kemur svona, í svokallum svamp, úti heitir þetta cushion. Ég er með þetta á mig núna og ég var með þetta á mér í gær og so far er ég virkilega ánægð en ég ætla að pröfa þetta aðeins lengur og mun örugglega gera færslu í næstu viku, þessari viku, næstu viku. Ég veit ekki hvernig þetta mynd mann fyrir upp. Þessari viku? Pröfum það. En já, ég ætla ekki að segja meira en þetta er mjög flott og ég minnst pakningarnar ótrúlega fallegar. Gólísa Eldridge, hún er að koma langám á virkilega skemmtilega braut. Mjög mikið skemmtilegum vörum að fara að koma út hjá þeim, en eins og sér þá er þetta mjög grunlega. Þannig er bónuspoki og Pringles, því það er það sem ég borða alla daga, allan daginn. Ok, en núna kemur svolítið skemmtilegt. Þetta er frá YSL og YSL er að koma út með fullt af snilldarvörum og ég var svo heppin að fá nokkrar af þeim vörum til að prófa og við skulum bara byrja á uppáhaldinu mínu. Hvað er þetta hér? Þetta er Couture Variation 10 color eye palette í litlum 1 nu og hún lítur svona út og ég er búin að nota hann tvisvar og hún er mega. Ég skal sýna ykkur 2 uppáhaldslitina mína, 3 uppáhaldslitina mína. Sést kannski ekkert svakalega vel. Sko, ef þið myndu sjá, vá, þetta var klikkað. Holy moly, bíða. Af hverju sést þess ekki? Hann er super bjartur hjá mér. Svona. Virkilega flott augnskugapaletta. Það eru 10 litir og hérna það eru 3 mattir, svo myndi ég segja að væri nokkur sem er svona satin og svo eru sumir sem er alveg svona metallic, þannig að hún er, sko, ég ætla að gera færslu hana en bara svona svo þið vita þá er ég in love, hún er æðisleg. Og ég fekk líka 2 aðra augnskugga sem er svona stakir í litnum, má ég segja, 13. Ég veit ekki, 13 segi ég bara og kemur svona, þetta er mjög cute, þannig er Ása að fara að sofa. Kemur svona og þetta er mattur dökkbrúnn með svona eiginlega neutral undirtón, hann er virkilega flottur, hlakka til að pröfa hann. Mjög sniðugt að þau ákveða að hafa bustana hér, að mér séu svona, bustunni hérna upp inni en ekki eitthvað auka pláss fyrir eitthvað risavaxinn asnalegan pusta sem að enginn notar. Og svo er ég með hérna litinn númer 7 sem heitir Kaftan sem er virkilega fallegur fjólublár, svona fjólublár, já hann er bara fjólublár og þessi sem er svona alveg shimmeri, metallic á. Ég geri kannski bara smá færslu nýjungarna frá YSL og geri svo kannski svona fleiri færslur þar sem ég fer ítarlega í ykkur ákveðna vörur. Þá er það að koma út með primer, þetta er Couture Eye Primer í litlum Fair. Ég er að nota þennan í dag í fyrsta skiptið og bara nokkuð ánægð með hann. Hann er kannski svolítið þurr, þannig ef þú komið mjög þurr augnlok þá virkar það ekki en ég er með mjög feit augnlok þannig að það er í lagi fyrir mig en sem sagt kemur svona smá litur. Ég er með 30 viðbót frá YSL. Ég er með maskaran sem ég er að pröfa í dag líka í fyrsta skiptið. Ég veit ekki hvað hann heitir. Maskara Volume Effect Faux Cils. Virkilega flottar pakningar eins og alltaf þegar þetta var YSL og bara svona mjög basic maskari, mjög góður og lengir og þéttir augnann mikið. Þetta er Volupte Tinting Oil númer 6. Lítur svona út, gullfallega pakningar eins og alltaf og þetta er svipað og Clarins-dótið nema léttari og lituð varaolía. Sem sagt, þú setur þetta á þig og þú fær megagloss og ágætis lit. Svo þegar líður á þá fer olían niður í varirnar og þú ert bara með litinn eftir vörunum. Og ég er búin að nota þetta einu sinni og ég var mjög ánægð með það. En hérna,
Ég minnst það mjög skemmtileg vara og nærir varirnar og svona, þannig að gaman að þessu. Síðasta sem ég ætla að tala um frá YSL er þessi kinnalitur. Þetta er Blush Volupte í litnum 4. Heart of Light. Kannski heitir það, ég veit ekki. En hann er alveg svona kaldur, Barbie bleikur, virkilega fallegur. Kinnalitinni frá YSL finnst mér alltaf að vera mjög góður, litarsterkir og endast vel á og svoleiðis, þannig að eins og ég segi, mjög margt skemmtilegt að koma út. Ok, ég glemdi að ég pantaði mér frá House of Lashes af því að uppáhalds augnháralímið mitt er frá House of Lashes og mitt var búið. Þannig ég keypti 2 túbur af því, bara uppáhalds augnháralímið mitt í heiminum, og það er svona. Lyktaði, það er ekki latex í því, pirrar augun mín ekki, fljótt að þorna, helst á. Og ég keypti Iconic önnur af því að þetta eru uppáhalds svona dramatísku augnhárin mín. Þau eru ótrúlega falleg. Og ég pröfaði að kaupa neðri augnhár. Þetta er Precious, þetta eru þau sem að Daisy Perkins og Crispy er svo ofta að nota. Já, takk æðislega fyrir að horfa, vonandi fannst ykkur gaman að sjá svona hól. Og já, takk æðislega fyrir að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi. Endilega skiljið eftir fyrir neðan ef þeir eru með tillögur ykkur, viljið sjá eitthvað ákveðið eða eitthvað. Bye!